Já, komið sæl. Ég býð ykkur öll velkomin til 807. fundar bæjarstjórnar Mosfellsbæjar. Á dagskrá eru ansi mörg mál. Nú er ég ykkur þetta allt saman hérna hjá mér í einu skjali, þannig að það sé ekki Nú virðast vera 9 mál. Við byrjum á fundargerð bæjarráðs, en áður en ég gef orðið laust, þá langar mig sérstaklega til að bjóða velkomin Leif Inga Eysteinsson, sem situr nú sinn fyrsta bæjarstjórnarfund. Hann reyndar hefur komið inn sem varamaður, en hann situr nú heilan fund, þannig að við óskum honum til hamingju með það. Fyrsta mál á dagskrá, það er bæjarráð Mosfellsbæjar númer 1537 og ég gef orðið laust. Bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson, velkomin í pontu. Má ég spyrja hvaða mál? Já, ég ætla að ræða málum sem 1-4 á fundi bæjarráðs. Já, þá er vanhæfi bæjarfulltrúi Halla Karen Víkur að fundi meðan Ásgeir Sveinsson ræðir það mál. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem upp hérna undir máli númer 1-4 á fundi bæjarráðs númer 1537 og heitir málsins sem krafa viðurkenningu á rétti til íbúðareininga og eða andvirði íbúðareininga, og þetta er krafa landeiganda á Helgafelli á viðurkenningu á þessum rétti sem kemur fram í þessu máli. Bæjarráð samþykkti með öllum greiddum atkvæðum að þeirra lögmanni Mosfellsbæjar að hafna kröfunni sem var samþykkt, og þessi krafa byggir á dómsmáli sem núna fyrir héraðsdómi, sem sýslumaður hafnaði málaleitan þessa sömu landeiganda á Helgafelli þess efnis að setja á aftur kvaðir og yfirlýsingar á samninga sem voru gerðir eða sem duttu niður þegar land var selt á nauðungaruppboði árið 2006 minnir mig. Þessi krafa, hún er mjög óljós. Það veit enginn hvað er verið að fara fram á þarna, hvort það er verið að tala andvirði íbúðareininga á byggðum íbúðum, einbýlishúsum eða blokkaríbúðum eða byggingarrétti, þannig að í fyrsta lagi tel ég að þessi krafa sé algjörlega ótæk og mjög óljós, og þessi krafa skiptir Mosfellsbæ auðvitað miklu máli, en ekki síst þetta dómsmál sem verður nú því miður ekki tekið fyrir en eftir sumarleyfi hjá dómstólunum, vegna þess að meðan að þessar kröfur og þessi mál er í gangi, og ég vil bara segja tilhæfulausu mál, að þá er ekki hægt að úthluta lóðum í 5. áfanga Helgafellshverfis, eða það er allavega mjög erfitt að mínu mati, og við getum gert því skóna að eftir að máli verður tekið fyrir eftir sumarleyfi, þá sem verður tímann setjapartin í ágúst ef ég veit rétt, þá mun það taka einhverja vikur að fella dóm í því, og við getum hugsað okkur það að hvort sem að landeigendur hafa sigur í málinu eða þá að Mosfellsbær hefur sigur í málinu, og þá mun annarkur aðilinn geta hugsað sér að áfrýja þeirri niðurstöðu til landsréttar, þannig að það mun ekki fá dragast eitthvað fram yfir áramót væntanlega að fá niðurstöðu í málið sem að kemur þá að það sem ég er að velta fyrir mér. Það er að í fjárhagsáætlun fyrir Mosfellsbæ árið 2022 þá er gert fyrir verulegum tekjum vegna lóðaúthlutana og lóðasölu í 5. áfanga Helgafellshverfis. Ég held ekki sé rétt hjá mér að það sé eitthvað í kringum 500 milljónir sem er gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun, en væntanlega hefði það verið miklu meira, alltaf 1,5 milljarður.
vegna þess að í fjárhagsáætlun var ekki gert ráð fyrir, var ekki búið endanlega ákveða hvernig þessu er úthlutað, þannig að verð á lóðum voru ekki komin og þannig að það er þá ljóst að þetta frestast allavega þetta fjárhagsár og það er þá tekjumissir upp á, eða frestun á tekju frá 500 milljónum upp í 1,5 milljarð. Spurningin er kannski, eitthvað farið að ræða það, vegna þess að tíminn líður hratt og það er verið að fara að undirbúa fjárhagsáætlun fyrir 2023. Eitthvað búið að ræða það í stofnun meirihluta, hvernig verið brugðist við þessum væntanlega tekjumissi eða frestun á tekjum á yfirstandandi fjárhagsári og er það búið ef það er búið þá hægt að upplýsa hvernig verið brugðist við því. Verður farið að skera niður þjónustu eða verður hætt við einhverja framkvæmdir sem að eru nú þegar ákveðnar að vera á fjárhagsáætlun við bæjarins. Þetta er mjög snúið mál og þá er örugglega að vera talsvert lengi í kerfinu vegna þess að þetta er það eru fleiri hnútar sem að hanga við þetta mál sem ég ætla ekki að fara út í hér en það er náttúrulega mjög snúið fyrir meirihlutann að standa frammi fyrir þessu máli vegna þess að eins og fram kemur að þá Halla Karen oddviti Framsóknarmanna að víkja á fundi þegar að vera að tala þessi mál vegna þess að krafan er lögð fram af eiginmanni hennar og þar af leiðandi henni og fjölskyldu hans, þannig að þetta er mjög sérstakt mál, svo ekki sé meira sagt. En mér langar að spyrja forseta bæjarstjórnar og oddvita Samfylkingarinnar að þessari spurningu sem að þetta erindi mitt snýst hér í dag, hvort að það sé farið að ræða það hvernig verið brugðist við mögulegum frestunum á þessum tekjum sem að ég var að rekja hér. Takk fyrir. Já, ég ætla að bregðast við sem bara oddviti í þessu meirihluta, ekki sem forseti. Kannski við hinn oddviti sem satt á þessu fundi svo bæta við það svar. En jú, auðvitað að sjálfsögðu erum við farin að skoða þetta. Það er ekki komin niðurstaða, en það er ekki komin niðurstaða í þetta mál. En við erum meðvituð það að við þurfum að skoða þetta gaumgæfilega. En já, ég held að það sé bara búið sko. Ég held ég taki bara sæti sem forseti aftur. Nei, fyrir ekki, já, nei, afsaki. Þeir eru fleiri sem vilja taka til máls. Já, bæjarfulltrúi Lovísa Jónsdóttir. Já, takk. Man er aðeins Stóladal sem aðeins spyr. Takk fyrir spurninguna. Bæjarfulltrúi Ásgeir. Já, við erum meðvitaðir þetta. Við höfum þegar flaggað þessu inni í stjórnsýslunni og óskað eftir upplýsingum og erum að fara að funda. Það þarf væntanlega fleiri en einn fund í þessu máli. Við þurfum náttúrulega að búa til mismunandi viðbrögð við mismunandi aðstæðum, þannig að við þurfum að reyna að sjá fyrir nokkra hluti og það mun bara taka smá tíma en það verður unnið jafn hratt og við getum. En við erum alveg fullkomlega meðvitaðir hvernig áhrif þetta hefur og við erum sem betur fyrir vel mönnuð í meirihlutanum. Þannig að þó að oddviti Framsóknar þurfi að víkja í þessu eina máli að þá kemur maður í manns stað og það er bara mjög vel haldið utan þetta í okkar hópi. Takk. Eru fleiri sem vilja tjá sig mál númer 4? Já, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem inn undir fundarstjórn forseta. Mig langar að forvitnast, ég hef búin að sitja hér bæjarstjórnarfundi síðan 2010. Ég veit ekki hvort það sé í samþykktum eða í lögum og reglum, það getur vel verið, en ég hef tekið eftir hér núna í dag og svo líka á síðasta fundi að hér hefur forseti gefið sjálfur sér orðið og fyrsti varaforseti hefur sæti forseta í staðinn. Allt síðan allavega ég kom hingað 2010 þá hefur þetta aldrei verið gert, að mínum mati óþarfi, en ég velti fyrir mér, er þetta einhvers konar, er þetta ný regla, er þetta eitthvað sem hefur verið samþykkt
greitt sérstaklega fyrsta varaforseta fyrir að taka sæti. Þetta bara eitthvað sem ég hef ekki orðið vitnað hér áður, þannig að mér langaði bara að spyrja þessu. Já, þá best að forseti svari. Já, þetta er ný venja. Okkur finnst ótækt að fundurinn sé stjórnlaus þegar forseti bregður sér í hlutverk óbreytts bæjarfulltrúa og það getur komið upp það kringumstæður, það þurfa að hafa stjórn á þeim bæjarfulltrúa sem gegnir starfi forseta þegar að sá bæjarfulltrúi er í pontu. Þannig að við höfum kosið að hafa þetta svona. Bæjarfulltrúi Rúnar getur verið alveg rólegur, það er ekki króna sem kemur í greiðslur fyrir það að varabæjarfulltrúi hleypur í skarðið. En hins vegar þá ljóstum við þurfum aðeins að slípa hvernig við gerum þetta. Forseti gleymir að gefa varaforseta merki en mun venja sig á það. En þetta er ekki kostnaður auki fyrir bæinn ef mér heyrist það verið eitt aðal áhyggjuefnið, en svo er þetta bara að venja vegna þess að það getur komið til að það þurfa að hafa stjórn á þessum bæjarfulltrúa ef hann fer í pontu. Við bæjarfulltrúanum aftur tjá sem fundarstjórn forseta. Og við fáum að bregðast við á svari forseta? Já, það er svo vel. Takk fyrir svörin, forseti. Varðandi fundarstjórn eða óstjórn meðan að forseti er í pontu eða sem almennur bæjarfulltrúi. Hérna síðan einmitt 2010 þá hafa þeir forseta sem ég hér sitti, þá hafa þeir svo sem alveg geta stjórna því hérna í pontu, en ef þetta er það sem að þið kjósið þá er það svoleiðis. Okkur finnst það óþarfi. Ég held að þú getur alveg stjórnað fundinum hér upp í pontu en ef þið viljið hafa sem svo þá er það leið mín vegna. Er ykkur fleiri sem vilja tjá sig um mál númer 4? Svo er ekki. Er einhver sem óska eftir orðinu önnur mál á fundagerðinni sem liggur hér fyrir? Svo virðist ekki vera, þannig ég held að við séum að verða... Já, hún er að fara út aftur. Við þurfum að greiða atkvæðan þannig að liði sérstaklega. Alveg rétt, takk fyrir ábendinguna. Þannig við greiðum, áður en bæjarfulltrúinn kemur inn, þá skulum við ljúka afgreiðslu þessa máls og greiða atkvæði. Mál númer 4. Krafa viðurkenningu á rétti til íbúðareininga og eða andvirðis íbúðareininga. Þeir sem samþykkja afgreiðslu bæjarráðs gefi merki með réttu pönd. Það eru 8. 10. Þarna var forseti að reyna að leggja gildru fyrir bæjarfulltrúa, tóku þeir áttu þessu á því að þeir væru 11. En þá finnst ég spyrja aftur, er einhver sem vilja óska eftir að taka til mál sem önnur mál á dagskrá þessa fundar? Svo virðist ekki vera, þannig að skulum við greiða atkvæði þá um hinn málin og ég bið bæjarfulltrúum að gefa merki þeir sem eru samþykkir við leggur atkvæði með afgreiðslum bæjarráðs að gefa upp réttu pönd og það eru 11 sýnist mér. Þá erum við komin að næstu fundargerð sem er fundargerð skipulagsnefndar númer 567 og forseti gefur orðið laust þá fundargerð. Eru einhverjir sem vilja taka til máls einhver atriði þar? Hingra augnablik ef fólk er að renna yfir dagskrána. Svo virðist ekki vera, þannig ég bið bæjarfulltrúa að vera tilbúna í atkvæðagreiðslu. Þeir sem samþykkja fundargerð skipulagsnefndar númer 567 vissu að gefa merki og það eru 11 hendur á lofti. Og nú höldum við áfram hérna. Og við erum komin að fundargerðum til kynningar. Þetta eru bara 2 til samþykktar hjá okkur.
og þá erum við komið hérna að afgreiðslufundi byggingafulltrúa númer 473 sem er lagður hér fram til kynningar en orðið er laust ef fólk vill tjá sig einhver atriði á þeim fundi. Svo virðist ekki vera og þá erum við komin að afgreiðslufundi byggingafulltrúa númer 474 og það er að sama ef fólk vil taka til máls undir einhverju lið þar. Svo virðist ekki vera og fundargerðin er lögð fram og þá er það hérna afgreiðslufundur byggingafulltrúa númer 475 og orðið er laust og engin óskar eftir orðinu þannig að fundargerðin er lögð fram. Þá erum við komið hérna að fundi stjórnar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, fundargerð 240. fundar stjórnar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins sem er lögð hér fram til kynningar. Er einhverjir sem vilja kveða sér hljóðs og ræða einhver mál úr þeirri fundargerð? Svo virðist ekki vera og hún er lögð fram. Næst hjá okkur er fundargerð frá Strætó BS. Það er 357. fundur Strætó BS og ég gef orðið laust þá fundargerð. Það óskar enginn eftir að taka til máls undir henni þannig að fundargerðin er lögð fram. Fundargerð 241. fundar er næst á dagskrá hjá okkur 241. fundar stjórnar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins og ég gef orðið laust hana. Þá óskar enginn eftir að taka til máls og fundargerðin er lögð fram. Þá erum við komin að 9. og síðasta lið þessa fundar sem er 4. fundur heilbrigðisnefndar. Óskar einhver eftir því að fá að taka sérstaklega til máls undir þeirri fundargerð? Svo er ekki, þannig að sú fundargerð er lögð fram. Fleira er ekki á dagskrá þessa fundar og segi fundi slitið klukkan 16:54.